Já, við kíkjum hérna aðeins á heilbylgjuafröðun. Við byrjum bara hér á ASI-inu, RMS-ið, við förum yfir í afröðunina og hvernig við finnum út DC-ið. Byrjum hér bara á spenninum, hér er forvaf, hér er 230 volt ASI RMS. Hlutfall hér er 10 vindingar á móti einum, þannig að spenna hér er 10 sinnum lægri. 230 volt og 23 volt ASI RMS. Þetta þýðir það að við erum með voltmæli, svona handmæli, setjum bara volt ASI og mælum hér á milli og mælum við 23 volt hér og 230 volt hér. Nú skulum við fókusa bara á þessi 23 volt hérna. Hér setjum við sveiflusjá og skoðum, þá fáum við svona bylgju á sveiflusjána. Plús hérna og nulli í miðjunni og mínusbylgjuna hér. Hæðin á plúsnum hérna, efri bylgjunni, sem við köllum bara, það er að segja VP, því volt pík, það er að segja volt pík er hér og VP til P, það er þá hér á milli. Þannig að VP er bara önnur bylgjan, VP pík to pík er á milli tops og botts. Meðan að VP er bara frá miðju og upp eða frá miðju og niður. Til að finna aðra bylgjuna hérna, sem er bara plúsin hérna, þá formúla þessi, það er bara 23 volt ASI, sinnum rótina 2. Þá finnum við hæðina hérna og hún er 32,5 volt. Það er að segja 23 volt sinnum rótina 2 er 32,5 volt. Það er hæðin hér. Það leiðir alltaf 2 díóður í einu, þannig að toppurinn hér, þessi hérna, hann lækkar 1,4 volt. 0,7 volt er okkur díóður. Þannig að þessi plús hérna, sem er hér, þegar hann kemur út, þá er hann 1,4 voltum lægri. Þannig því 31,4 volt þegar hann kemur hér út, hérna út á brúnni. Ef við ætlum að finna peak to peak spennuna, það er að segja frá toppi í botts, þá er bara saman formúluna hér, en bara sinnum 2. Það er að segja að þessi er bara hérna með niður. Og það er 65 volt peak to peak. En við getum reiknað allt dæmið með því að nota einungis peak-gildin, bara hvað er plúsin hár hér og hann fyrir í gegn hér. Það sem gerist í brúnni hérna er það að mínuslutin hérna, hann er með velt upp, hann er hér. Þessi hluti hérna, mínuslutin hér, og með velt upp og hann kemur hingað. Þannig að tíðnin hér er tvöfalt meiri heldur en hérna. Hérna eru 20 millisekúndur á milli toppana, hér eru 10 millisekúndur á milli toppana. Nú, þá erum við komin með hæðin á toppnum hér. Hún er 31,1 volt pík. Það er 23 volt RMS, sinnum rótina 2, einhver tala, mínus 1,4 volt. Og talan er þessi tala hér, hæðin hérna á þessu hér. Til að finna DC-ið, það er að segja hvað getum við búið til mikla jafnspennu úr þessum fjöllum hér, þessum bylgjum hérna, þá er þetta formúlan hér. Volt pík út, sem er þetta hér var það volt pík inn hérna, volt pík út, sinnum 2 deilt með pi. Þetta er formúlan. Og volt DC hérna út er þá 31,1 volt hérna, sinnum 2 deilt með pi. Og svo er 19,8 volt DC. Þannig ef við höfum 23 volt ASI RMS hérna inn, þá getum við búið til 19,8 volt DC út úr, með því að setja hérna heilbylgjuafröðun. Takk fyrir.